Við bara eftir það saman. Já. Verk í bein og breskildi. Það er alltaf að vera morfín, eins og sagt er. Við á Norðausturlandi erum Íslandsmeistarar í morfíngjöf. Síðust við kannski 2 ára gamla tölur. Það er orðið fyrsta lyf við höfuðverk á deildónum og svona, þetta er mjög einkennilegt. Þeir eru að tala um verk í bein og breskildi. Elísabet og Bergdís Elsa Hjartardóttir sem er frá Breskildi. Gjörðu svo vel. Ég ætla nú bara að byrja þetta, svo ætla ég að leyfa Bergdís að taka yfir. Hvernig... Ég ætla aðeins að fara bara yfir flýtibátan okkar, sem við höfum náttúrulega verið að keyra í nokkur ár. Og erum rosalega stolt af. En þetta er sem sagt cut and run, eiginlega, fyrir okkur. Við erum náttúrulega að reyna að koma fólki sem fyrst heim til að geta skorið meira og þjónusta betur. En þetta er í raun og veru bara samhæfð nálgun okkar bæklunarlæknanna og svæfingalæknanna, sjúkraþjálfarana og hjúkrunarteymisins sem erum saman í þessu að græja sjúklinga bæði með vönduðum forundirbúningi fyrir aðgerðina þar sem sjúklingarnir fá allir mjög góða fræðslu og ráðgjöf fyrir aðgerðina og svo fáum við náttúrulega svæfinguna með okkur og eftir að við þurftum að fara að taka yfir okkar post-op ordinasjónir sjálf sem gerðist í fyrra því þeir sá alltaf það þá höfum verið mjög stíf á því að við fylgjum okkar skema helst með engum langverkandi morfínlyfjum eða morfíni þannig að við erum bara mjög effektíft að ná að draga úr notkun sterkra verkjalyfja sem hefur sýnt sig að það eykur vellíðunina eftir aðgerðina því að eins og þegar ég var að vinna úti og við vorum að nota mikið Targin og Oxycontin að það var bara, maður þurfti bara að ganga á stofugang með ælupoka, það voru allir ælandi. Þannig að þetta er mjög mikill munur og fyrir vikið þegar fólki líður betur að þá kemst það fyrir að staðja endurhæfinguna og allt þetta til þess gert að við reynum að útskrifa fólk daginn eftir aðgerð og stytta sjúkrahúsdvölina. Þetta módel hefur sýnt að þetta er með betri meðferðargæðum og skjótri endurhæfingun og minni áhættu af fylgikvillum eins og sýkingum og blóðtöppum en þú veist það er ekki það langt síðan að kannski 30 ára fólk lá bara í viku eftir gervilið og blóðtappar voru mjög stórt vandamál þar sem að fólk lá bara upp í rúmi og mátti ekki stíga í en það er mjög mikil þróun verið í þessum efnum. Ég ætla að sýna ykkur aðeins að því ég útbjó svona lyfjapakka fyrir okkur í therapy. Mjög gott, ég er enda búin að gera líka lyfjapakka fyrir niðurtröppun fyrir fólk í brókvöfum og þannig þetta er allt inn í therapy, mjög einfalt. En þetta er sem sagt það sem við notum og ordinerum á innskrift að það er paracetamólið sem við notum í fullum skammti nema kannski hjá þessum elstu þá fá þau 3 töflur á dag á sólarhring. Silikósípið notum við eiginlega alltaf nema kannski við stórar hryggspengingar og ef það er nýrnabilun eða eitthvað þannig í sögunni. Við hættum með dýnastatið, við gáum það alltaf eftir aðgerð en við spöruðum mjög mikla peninga með því að byrja bara á töflum. Og svo gefum við þessa 3 skammta sýklalyfjum og það sem breytti okkar tilveru mikið er tilvist tranexamsýrunar sem hefur hjálpað okkur mjög mikið með blæðingar og það er alltaf gefið í aðgerð nema það er frábending. Kleksan er eftir aðgerð í 10 daga. Úti keyrðum við alltaf 30 daga með mjaðmirnar því það kemur toppur eftir í blóðtöppum en við höfum ekki verið að gera það á Íslandi. Og svo er það töfralyfið okkar sem við gefum í háum skammti að það eru sterarnir. Sólumetrol og minnir að Bjarki gefi nú eitthvað annað í bökunum sínum. En það sem að Já. Nei. Við sjáum það aldrei. Já, ég veit það. Þeir hækka rosalega í sykri. En þetta er 1 skammtur
og þetta, við höfum verið að gera það. En sterarnir að þeir hafa sýnt sig að þeir draga úr bólgu og minnka bólgusvörunina sem náttúrulega hjálpar til við verkjastillinguna. Já, hlustaðu hana. Minnka og minnka ógleði og uppköst og það draga úr verkjalyfjanotkun, stuðlar að betri hreyfingu og bata. Þannig að þetta hefur reynst okkur mjög vel. Og þá ætlar Bergdís að taka yfir, af því að eins og við vitum að þá eru mjög mikil umræða ópíóða í samfélaginu og við erum heimsmeistari í því eins og öðru. Og þetta er þjónusta sem við byrjuðum með núna í janúar. Við fengum að hoppa á Landspítalann með þetta og þetta er í raun og veru bara aukin og frábær þjónusta fyrir sjúklingana okkar sem við erum að útskrifa heim á ópíóðum. Þannig að Bergdís ætlar að taka við. Æsilegt. Takk kærlega fyrir þessa kynningu, Elísabet. Ég heiti Bergdís Hjaltadóttir og er klínískur lyfjafræðingur og starfa hjá Prescribe. Ég byrjaði að vinna þar síðasta haust þegar ég útskrifaðist á náminu mínu og ég fékk svona tiltölulega einfalt verkefni að setja upp klíník og að sjá rannsóknir. En ég ætla bara að kynna ykkur stuttlega fyrir því sem við erum að gera, bæði bara sem fyrirtæki og á klíníkinni og fer síðan aðeins út í tölfræði á einstaklingunum sem koma frá ykkur og svo bara höfum við góðan tíma líka í spurningar og umræður ef það eru með eitthvað sérstakar vangaveltur. Hvernig virkar þetta? Svo glæslegt. Herðu, þetta eru viðfangsefnin, bara skipt nokkuð þægilega niður. Það er sem sagt bara Prescribe hugbúnaðarlausnin. Þetta er sem sagt íslenskt hugvit, sprotafyrirtæki. Samstarf við sem sagt aðra aðila, móttakan og af hverju hún varð til. Tölfræði, bæði sem sagt í heild sinni af þeim skjólstæðingum sem við höfum fengið og líka hérna frá sakinu. Og síðan bara mjög stuttlega snerta á rannsókn sem við erum með hjá liðskiptisjúklingum á hné og mjöðm. Eða ekki? Svona? Directly? Já, það er ekki gott. Það var gott. Svona. Frábært. Heyrðu, já, þetta er sem sagt, bara svona að segja ykkur aðeins frá hugmyndafræðinni. Þetta verður sem sagt til á Bæklun á Landspítalanum. Hann Kjartan Þórsson sem er læknirinn á bak við mig á klínikinni, hann stofnaði þetta þegar hann var að skrifa út fullt af lyfseðlum og upplifði sig einhvern veginn hafa litla yfirsýn eða jafnvel litla sem enga eftirfylgd. Þannig að þeir vinirnir, hann og Árni, sem er núna í hálsnef- og eyrnalækningum, settu bara upp eitthvað rosalega einfalt svona forrit sem að geti hjálpað þeim að búa til niðurtröffunarskema allan til að láta skjólstæðingana fá. En þetta heldur betur þróaðist og er núna í dag orðið að forriti það sem hjálpar meðferðaraðila að fylgja eftir mörgum einstaklingum í niðurtröffun á sama tíma. Og þetta er sem sagt tvenns konar viðmót. Það er app í síma fyrir skjólstæðingana, þar sem þau geta skráð inn og síðan er það viðmót sem sagt hjá klínikarnum sem er svona vefsíða og ég sýni ykkur það aðeins hérna eftir. Þetta er svolítið áhugavert út af því að fólk getur bæði skráð inn hvernig það er að taka lyfin, hvort það sé meira eða minna eða bara eftir plani og síðan eru nokkrir mismunandi svona spurningalistar til að mónitora allt frá kvíða, þunglyndi, verk, fráhvarfseinkenni og nefndi það. Og við erum alltaf að bæta við eins og nýlega settum við inn svefn, svona gæða spurningalista og það við erum bæði með sem sagt, við erum með ópíóíða, við erum með benzodiazepín og við erum með setalyfin. Það er svona aðal það sem við erum með, en síðan erum við líka með SSRI og svoleiðis, við erum aðeins að prófa okkur áfram með það, en það er brota af þeim einstaklingum sem við erum með.
Já, ópíóíða, bensodiazepín og setalyfin, Immohana stilnótt. Það er reyndar mjög spennandi akkurat núna þar sem að það er þetta átak í gangi með, í apótekum með svefnlyf. Þetta er vefviðmót meðferðaraðila sem ég sé bara á hverjum degi. Þannig að ég get, þetta er hvernig ég stofna einstaklinginn. Ég bara set inn allt miðað við það sem hefur komið fram í viðtali við skjólstæðing eða þá í tilvísun. Þannig að það sem ég get valið nýjan, það er svona naív einstaklingur sem er bara að byrja á lyfinu, ekki búin að vera á því og síðan langtíma, það er chronic, við erum að tala um lengri en 3 mánaða notkun og síðan erum við að tala um það að ég get sett inn bara nákvæmlega niður á lyf, lengd niðurtröppunar og síðan þá get ég meira þess að ítt þarna og breyta og líka bara fiffað planið mitt bara alveg niður í öryndir ef ég vil trappa niður annan skammtinn út fyrst frekar heldur en jafnt og þétt og svo framvegis. Þannig að þetta er það og við erum með vefviðmótið fyrir skjólstæðinginn og við erum aðeins að vinna í því hvernig við getum hvatt fólk líka til þess að nota það því að það er ekkert allir sem að vilja nota en það eru flestir og við erum að finna út hvort við getum reiknað út. Þú ert búin að spara svo margar töflur meðan þú ert í niðurtröppun og vera aðeins hvetjandi þannig að þetta er ekki bara eitthvað sem fólk þarf að gera í dagsins önn. Svo hérna er síðan skjáborðið mitt, þar sem að skjólstæðingarnir mínir flokkast niður í krefst athugunar, í vinnslu og útskrifaðir. Þannig að ég get stillt þröskulda hjá sjálfur mér. Ef að verkur fer yfir 5, að þá færist einstakling Já, þessi er búin að laga. Já, ég var í Varstu hérna. Það var mjög. Já, var það mjög. Já. Æsilegt. Og þarna hægri hendi, það getið séð til dæmis spalið, rauða línan, það sem ég er búin að skipuleggja að við erum að stefna á að taka þessa vikuna og steplarnir er það sem fólk er búið að skráð inn í. Þannig að á þessum tímapunkti þetta var sem þetta á og búið að taka morgunskapið. Og þarna á vinstri hendi getið séð þröskuldana sem að ég bara get með þess að þess niður á einstakling. Ég er með stilling almennt, síðan tvíka ég miða við einstakling. Svo er krónískir, til dæmis bara með milli 6 og 8 í baseline verk og segja mér að ég ekki hringi yfir fyrirfram en við skráum 9 og 10, sem er alls ekki það sem ég myndi gera við bæklingatíðir. Þannig að það er alls konar í þessu. Bara til að snerta stuttlega á því, þá áður við þá byrjuðum við samstarf með þessum 3 samfélagsaðilum. Það var Reykjanesapótek, Heilsuvernd og Hörpursvæðisins og það var ágætlega. Það gekk svolítið hægt og það er erfitt að bæta það sem þegar staðar og kom svolítið í ljós að það voru sumir sem vildu ekki rugga bátnum og bæta aukvöld máli á sig. Þrátt fyrir að það er kannski sé best practice, þá bara endur við á því að sjá það að við þyrftum í rauninni bara að stofna okkar eigin móttöku. Flestir heimilislæknar voru að mæla með því að standa frekar í sérhæfða þjónustu, frekar heldur að bæta á sig. En fyrir utan það reyndar að þá Reykjanesapótek er líka búið að vera mjög sterkur samstarfsaðili í þessu. Þau voru komin eftir haust, þá voru einhverjum 60-70 einstaklinga í niðurtökun. Þannig að þau eru alveg hörku og voru til dæmis að hjálpa fólki að trappa niður áður en við fengum bara vogi. Þannig að það er spennandi, en
þessir aðilar eru samt minna með okkar tíðir, sem bæklínuna, en þannig að þá kannski snertum við bara stuttlega á móttökunni sjálfri, ástæðan fyrir að við opnum. Sem sagt, við erum í svona samstarfið á við Landspítalann og Saki, heilsugæslur og ýmis apótek, þar sem að þetta persónusniðin þjónusta fyrir einstaklinga og eins og staðan í núna þá hafa einstaklingar ekki verið að greiða fyrir þetta. Við erum bara að kanna hvort að þetta sé fýsilegt og erum að gera kostnaðargreiningu á því. Við opnum bara með samstarfið við SA. Við fengum aðstöðu hjá þeim. Við fengum PMO sem er svona svipað á Saki og skrifstofu og aðstöðu og allt. Og þau hafa verið alveg frábær. Þau sáu það að við gætum kannski til lengdar mikla biðlista hjá þeim og hjálpa því flýtimóttökur þeirra þar sem þau fá reglulega fólk sem er ekki með fíknivanda og það bara úrræði, varðandi niðurbúkun og heimilislæknir hafa bara verið að senda beint á þau því það er ekkert annað í boði. Þannig að það var frábært og við erum í góðu samstarfi, við erum sem sagt að bæta fyrir þar. Gott að geta, þegar við fáum einhvern erfðan, þessu við samtliða sömnum og öðru. Við erum 2 klínískir lyfjafræðingar, ég og Elísabet Jónsdóttir sem er með mér og svo er Kjartan Þórsson læknir á bak. Við klínísku lyfjafræðingarnir erum svona mest merkis í samskiptum við einstaklinga og við erum síðan tilkallað. Við erum bæði með króníska og langtímanotendur og nýja og það er svona alls konar sem við tæklum. Sem dæmi að þá lægsta riðutryggjum sem ég var með núna þessa vikuna, það er einstaklingur á 1/4 riðutryggjum sem er búin að fá að hætta 3 sinnum í haust og aldrei tekist það. Hún er rosalega kröfuharðari tíma og hringir mjög reglulega eins og það er og síðan á móti er svona kannski eitt með alvarlegri tilfellum sem ég er með er 240 mg oxycodon á dag. Það er kona sem er rosalega lítil fyrirhöfn og gengur bara rosalega vel. Það mattar bara hægturlega, þannig að þetta getur verið alls konar. Við erum með tilvísunarform, það er bara niðurtrygging.is og við höfum verið að taka því á bæði af bæklum og svona króníska allstaðan að. Og við erum til dæmis með eina króníska fyrir norðan. Og það getur verið að það bætist eitthvað í það. En það er svona kannski aðeins flókið út frá verkferlunum og svona sem ég sé ykkur bara snýð. Þetta er tilvísunarformið, eða svona fremsta síðan og það er reglurnar okkur koma þarna bara skýrt fram, stjórnumina, telefon og kaffinúmer. Fáum fremstu upplýsingar lyfin og verkefnina. Við getum haft samband síðan við einstaklinginn og síðan í lokin þarf heilbrigðisstarfsmaðurinn sem er að senda þetta að setja sín rafrænu skilríki þannig að við vitum fyrir að senda þetta. Hluti af þessu er líka svona að kveikja fyrir ákveðnar frábendingar í þjónustunni. Þannig að það er sem núverandi notkun eiturlyfja eða að nota lyf eins og að reykja ópíóíða og eitthvað slíkt. Við höfum verið að biðja fólk að fara í gegnum massa áður en það kemur til okkar í þannig aðstæðum. Nýlesa sólsvitstilraun. Það er ekki tíminn til þess að vera að tappa eitthvað svona út. Og ómyndlega sjúkdómar. Það er aðalega til þess að passa upp á okkur að ef eitthvað svoleiðis kemur upp þá er það skilvirkni fyrir að stöðva þjónustu. Það er heldur ekki endilega tímabært að vera að rukka vatnum í lyfjanotkun og lesa. Og síðast og kannski í rauninni mikilvægast að einstaklingurinn verði sjálfur að vilja niðurgreiða. Við getum í rauninni voðalega lítið gert ef fólk bara skellir á okkur þegar við hringjum. Þannig að það er bara svona ákveðin grunnatriði. Þegar tilvísunin er síðan send, þá heyrum við í fólki, það er mismunandi eftir í náttúrulega bæklum til dæmis, þá heyrum við í þeim annað deginum eftir útskrift eða ef það er mikið fyrirgjöfum eftir. En krónísku, við gefum okkur svona 2 vikna tímabil til þess að heyra í þeim og bóka tíma í þeim. Þegar við heyrum í bæklum, þá gefum við bara fræðslu niðurtrúknuna, bjóðum appið, það er ekki alveg skylda en æskilegt og gefum rannsóknina. En þegar við erum með einstaklingar sem eru með langtímanotkun, þá gefum við okkur klukkutíma með þeim til þess að fara í gegnum alla söguna, heyra af hverju þessi einstakling tekur lyfið, jafnvel utan ábendingar og reynum að sérstíða þá meðferðina með þetta.
Við setjum upp plan og eftirfylgni saman sem að getur verið annað persónu eða í síma. Og það fer svolítið bara eftir staðsetningu og ástandi og við erum bæði með kompútern á landi og í bænum. Það er bara svolítið eftir fólki og eftirfylgnin er svona eins og hálf strekja fyrir fresti. En það er líka leiðilegt. Ég heyri reglulega í fólki þegar það er Þessir skjólstæðingar fá símanúmer hjá okkur á dagvinnutíma sem þau geta haft samband við okkur. Ef það er eitthvað eins og lyfseðlar eða eitthvað breyting á við viljum óska eftir símatíma. Ég ákvað að setja hérna upp tröllkód frá einstaklingum sem eru útskrifaðir úr okkar þjónustu. Bara svona þegar mér fannst það svona skemmtilegt. Eins og fyrst að mér líkir okkur svolítið við svona göngudeildina í COVID. Það var rosalega notalegt að fá þessar símhringingar. Það var svona notalegt, svona sérstaklega þegar maður viðkvæmur tíma var maður rétt eftir aðgerðina. Og svo var ég að útskrifa eina eftir hryggsprengingu núna í bara vikunni. Sem mér fannst líka svona, það líður manni eins og maður sé að gera eitthvað mjög gott. Hún sagðist að það hafi verið þrælkvíðin fyrir aðgerðina. Og hún hélt hún yrði bara argandi organdi af kvölum eftir aðgerðina og slíkt. Og fyrstu viðbrögðin hennar var sem þegar ég hringdi hérna þá spurði hún bara en ég er enginn fíkill, ég þarf ekki eitthvað svona. En síðan þá hún fattaði þetta eftir smá tíma og henni fannst þetta að vera orðið bara þægileg rútína. Það var í eitt skipti þar sem ég var veik og ég hringdi ekki hann fyrir daginn eftir og þá henni fannst eitthvað var svona mattaði sem mér fannst alveg smá skútsett ef ég var hraustluð. En já, henni var samt svolítið leiðandi fyrir lyfin en yndislegt að passa. Það er svona alls konar í þessu en þetta er staðsetningin þess við erum. Það er göngudeild S.A. von. Við erum með skrifstofur og fólk kemur bara í persónu. Síðan er aldrei að vita nema maður tekur kannski sent upp einhvers konar útibú eins og þau eru nú reglulega ekki. Það er einstaklingur sem kemur í hverju viku frá S.A. og er á Akureyri. Þannig að það er spurning hvort maður getur sett eitthvað slíkt. Það er bara svona aldrei að vita hvað verður í framtíðinni. Þetta er bara smá svona frá opnuninni þegar við opnuðum í október og allir einstaklingar sem standa á bakvið þetta og vinstri hendi þá erum við klínísku lyfjafræðingarnir sem erum á átökunum. Og þá förum við yfir í tölfræði því að við erum búin að vera opin í 4 mánuði, sem október. Spennandi. Við erum sem sagt komin núna á þessum tíma, við erum 110 einstaklingar fyrir tímapunkt í okkur. Þannig að það eru 55 á haus sem nú svolítið vel í lagt en við virðumst vera að þola það. Það eru svona 45 króniskir, 65 nýir, svona nokkur nýjir hlutfalli hjá okkur og við erum búin að útskrifa 103. Þarna uppi á hægri hendi að það er sem sagt, það erum við með, þetta er svona, til að útskýra það, við erum að tala flóðsöngunum sem er búin að ná að trappa niður eitthvað, sem er komin niður úr eitthvað skemmti niður, því að það er ekki bara árangur af niður núl, það er árangur af minngar yfir höfuð, samanbart sem það er 20% eða 60%, það er bara ennþá meiri árangur til meira sem við náum. Þannig að sem dæmi, þarna sveifillinn lengst til vinstri, þarna uppi, að það var long-term opioids, 70 og 6% sem eru komin úr uppáhaldsandi. Og þetta er í öllum, þannig að það voru nokkrum voru fyrir síðustu viku og þeir eru eðlilega bara í fyrstu pröfi og svo kolli. Allir sem eru til þess að stuttri meðferð nýbyrjar, það eru allir að miklar. Þannig að það er mjög jákvæmt. Þarna niður í vinstra megin, þar eru fjöldi einstaklinga hjá okkur í þjónustu. Bláa línan er hjá samstarfsaðilum sem ég nefndi hérna áðan. Það er svona jafnt og þétt búið að hækka frá því í byrjun 2004. En þið sjáu appelsínugula línan er klíningin og það er bara svona spurning hvar við endum þar því að aðalþáttur núna er fagmarkandi sem er starfsfólk. Þannig að ef við getum bætt við okkur þá er aldrei að vita hversu marga við getum tekið. Svo síðasta þarna er ánægju og
nokkur þættir, þetta svona, við vorum að taka bráðabirgðar niðurstöður úr rannsóknarhópnum og það sem sagt svona staðhæfingar eins og fyrstu stöðullin fræðslan sem við fikk var hjálpleg. Númer 2 appið var notendavænt. 3 þessi þjónusta það betri heldur en það sem almennt í boði. 4 ég myndi mæla með þessu fyrir aðra og það þessi þjónusta var jákvæð fyrir lífið til líðan. Og sem sagt þetta virkar þannig að 4 það hvorki né, það fólk alveg hlutlaust, undir því það fólk smá ósammála og mjög ósammála og síðan það ekkert öfugt fyrir ofan 4 alveg fyrir 7 það væri mjög sammála og 5 smá sammála. Þannig að það meðaltalið af þessum svörunum sem við tókum þarna út fyrstu 20 að fólk bara mjög sátt fyrir þjónustunni í heildsina. Þannig að það jákvæðar tölur. Svo varðandi bara tölurnar á sakinu að það líka bara jákvæðar niðurstöður. Við erum búin að vera rosalega dugleg að senda það. Ég vil þakka Írisi Leifræði að taka að sér að senda tilvísanirnar. Hún alveg búin að sprengja skalann og alveg með flesta tilvísanir sendar til okkar og í gær þá voru þær 70. Fyrstu 4 vikurnar þá voru tilvísanirnar 44 og af því þá samþykktu 31 að hvort ekki þessa þjónustu. Það eru margir sem þetta bara á PN oxynorum og svoleiðis sem fannst það ekki þurfa og það líka bara gott að blessa. Það frábært ef fólk treysti sér svo sem í þetta en síðan voru rosalega margir sem fannst það bara gott að hafa fá þessa þjónustu aukalega. En reyndar þetta þá af þessum 13 sem neituðu eða fóru ekki í þjónustuna þá voru alveg nokkur sem bara svöruðu ekki þegar við erum búin að fylgja 4-5 sinnum og við náum ekki eða fóru kannski á stofnanir að þannig að þá vinnum við úr tilvísunum eins og þau ekki samt. Þegar þetta var tekið út, sem sagt núna fyrir 5 vikum, að þá voru hlutan af þessum 31 útskrifaðir nú þegar og eins og segjum, heila tilvísanirnar eru núna 70. Ég tók smá þarna út bara lyfin á fyrstu 44 tilvísunum og það sem sagt, það svona alls konar, við erum bæði komin á Targenið sem þá oxycodone búðatöflur með naloxone. Það eru 16 sem voru þar af tilvísunum 25 sem voru oxynon og síðan 3 á parkotinkorti. Og ég geti sér prósentum að stofna af þessu sem að þessu fífi. Það bara svona, hefur ekki bara mjög vel. Þetta svona, oxynormið, það svona venjulega þá gengur það bara mjög vel. Fólk búið að taka það út eftir 2-3 vikur. Einstaka sinnum þá hefur fólk heimslæknis og fengið búðatöflur og við fylgjum svolítið þá eftir. Sumir hafa hætt bara á oxynorminu og þess að sjálfur í parkotin sem þau eiga nú þegar. Þannig að það svona alls konar í þessu og við bara fylgjum það líka og við bara breytum planum við parkotin ef að þau vilja. Svo Targenið og búðatöflurnar, það mestmegnis þessar hryggspengingar og blóð sem eru þar. Og við finnum alveg að það hópur sem mjög þakklátur fyrir eftirfylgnina. Þannig að það mjög gott að fá fyrir. Og helst á tilfelli sem ég man eftir sem að kemur frá ykkur Targen á 15 í upphafi. Við erum komin í 5 milligram hjá henni. Það myndast teinaköst, leitnasamtur og það gengur bara mjög vel. Þannig að það alveg spennandi niðurstöður og við sjáum hvernig þetta þróast áfram. Til að fara bara mjög stuttlega út í rannsóknunum, þetta rannsókn sem samþykkt af Vísindavefnum. Við erum að skoða einstaklingar sem að fara í þessar valkvæðu liðskiptaaðgerðir á hné og mjönd og sem að nýta sér þjónustuna okkar alveg fyrir fyrstu degi eftir útskrift. Við byrjum að taka inn einstaklinga í nóvember í fyrra og við erum búin að framlengja þannig að við getum tekið út alveg allan maí. Við erum komin með eitthvað þarna rétt 45 ef mann rétt í heildina. Við safna fleiri einstaklingum. Við ætlum síðan að bera svona hluta af niðurstöðunum saman við tíðin sem frekar í þessa aðgerð almennt sem þá ekki oft að koma.
fáum þau gögn frá landlækni á ári eftir að við fáum síðasta einstaklinginn. Þannig að við bara höldum þessari gagnasöfnun áfram og hluti af rannsókninni þá það meginútkomunnar að meginútkomunnar koma 62 mánuðum eftir að einstaklingur kom í meðferð og líka aðgerðinni sjálfri og við erum að skoða ópíóíðalyfseðla á þeim tímapunkti. Einstaklingur ennþá að koma ópíóíðalyfseðlum eftir rannsókn aðgerðina. Og við erum að spá þá sérstaklega í því ef við getum hampað niður eða jafnvel alveg víst það eða fer fólk. Aðrar útkomur sem við erum að skoða, nær fólk alveg að taka þetta út eða ekki, eða nær að bara taka þetta hluta til. Eru þátttakendur ánægðir með inngripið eins og ég var fylgur áður þakklana. Upplifa einstaklingar aukin verk meðan á niðurtökum stendur. Við erum að safna verkjaskalanum alveg mjög reglulega í gegnum allt ferlið. Einhver fráhvarfseinkenni, við sendum spurningalistan eða einstaklingar segja frá einhverjum en enginn gerst það. Og við kortleggjum líka hvort að fólk hafi verið notað ópíóíðir aðgerðina krónískt eða ekki. Svo það líka hversu mörg mikil prósenta einstaklinganna eru virk í snjalltölvum, það bara svona viðbótar. En annars þá var ég ekki með mikið með og ég vona að við getum bara tekið góða spurningar og spjallað þetta. Við erum svona tiltrúið ný og við erum endilega að fá athugasemdir og bæta þjónustuna. Þannig að ef það er eitthvað þá get ég líka haft samband beint. Mig langar að byrja að spyrja appið, er það á ensku eða er það bara á íslensku? Bæði, en Það er svona og það er einhver plön líka með að reyna að fá við erum að fá svolítið af þannig fyrirspurnum en það er svona ekki alveg kort næstu vikurnar eða kannski það er svona mánuðum kannski. Hversu margir af þessum liðskipta sjúklingum nota appið? Mörg prósent? Mörg prósent, sko, það er svona, ég myndi segja það svona 40-50%. Og það er aðeins erfiðara að fá einstaklingarna sem veru á þessu í svona stuttan tíma til að nota þetta og við erum aðeins að finna út úr því hvernig við getum bætt það. En það er hærri prósent af þessum krónísku sem að nota þetta. Það er þessi langtíma. Já, takk fyrir mjög áhugavert. Kannski Prins var á lífi og var hann eitthvað fluttur, þetta er ekki til. Hann fór sína mjálmað, liðskipti aðgerð, dáinn ári seinna og ránotkun á morfín. En þarna það er bæði þetta að fara í gegnum áður en að klínikin kom hjá ykkur, voru þá hver læknir að nota þetta fyrir sinn sjúkling? Já, það var í rauninni hugmyndin að heilsugæslan fékk þá bara aðganga fyrir sína lækna sem að gætu að fylgst með sínum sjúklingum en út af því að hver læknir er kannski bara með 3 eða 4 í niðurtökum okkur tíma eða jafnvel bara einn að þá einhvern veginn kannski þessi lausn hentar ekki akkurat fyrir þann vettvang sko. Þannig að það er augljóst að þetta virkar rosa vel fyrir þjótt með rosa marga alveg listan að Er það í gangi samt ennþá? Það er ennþá í gangi. Og það er þannig líka í Reykjanesapóteki og svoleiðis. Það eru lyfjafræðingar bara með sinn skjólstæðingalista og heyra reglum í kolli. Borgarsjúklingar fyrir? Heilbrigðisráðuneytið það styrkt okkur fyrstu 300 einstaklingar sem við erum reyndar búin að ná. Svona það er jákvæðar fréttir. Þannig að við erum núna í viðræðum við bæði heilbrigðisráðuneytið varðandi einhvers konar áframhaldandi samning og líka sjúkratryggingar varðandi niðurgreiðslu á þessu. En við erum að bíða eftir þessari skýrslu. Það er heilbrigðisfræðingar að fara yfir kostnaðarhagkvæmnina af þessu út af því að þetta er rosalega nýtt og það er við höfum fundið einu svona móttöku í Kaliforníu þannig að það er voðalega lítið í gangi akkurat núna með þetta sem við erum rosa hissa yfir miðað við umræðan og skaðan sem er á þessum lyfjum. Það er svona lítið þannig svona forvörð en miklu meira svona eins og SAA endastiks en ekki svona í ferlinu. Hver er þá hlutverk, fólk sem fyrir klínikinu ykkur og svo þarf að endurnýja lyf og slíkt. Við tökum það. Þið takið yfir það? En við tökum bara yfir lyfið sem við erum með í niðurtökum á þeim tíma. Skiljanlega. En við finnum. Gerðu ekki fyrir en venjulegi, sem það er venjulegi
þessu tilfelli ortopedíusjúklingur sem fer í bak eða fer í hlé. Vitum við hver hættan á að slíkt fólk lendi í vandræðum? Já, ég skil þig. Það eru nokkrar rannsóknir sem hafa verið að tína það saman. Fengum eina sem reynda var ekki búið að birta frá Danmörku sem var einmitt á þessu þýði njá og mjaðma. Þá var talað að þar ári eftir aðgerð þá eru það bil 14–15% en þá Svona mikið. það það, skilur. Ég sakna það. Já, þannig að þau verða allavega einhverja vísbendingu. Svo eru þetta eins og handaaðgerðir. Það líka mjög há prósenta þar. Það fer svolítið eftir hvernig skilgreinir chronic opioid use. Það reyndar greinir sem fara sérstaklega alveg í sauman á það, en það þetta að slega upp í 20%. Það svona aðeins. Þannig ef ég segi, þá bara bíða eftir hverju lendi í vandræðum og taka það þá segir þú, nei. Það í rauninni hugmyndin, en ég get ekki í rauninni sagt það akkurat núna. Þessum rannsóknum í gangi til þess að við getum skoðað munur á prósentinu af þessum þýðum sem hjá okkur og næra trappið alveg út. Og við erum í rauninni að skoða bæði appið og þjónustun okkar á samtíma. Við erum ekki að greina þar fyrir. Það til að hellings að vinna ef við náum að minnka þessa prósentu. Það líka með bensóni. Ég talaði ekki með þessi því, það sé ekki 80% allara eldri en 65 ára bæði á omeprazól og SSRI. Enginn veit allt fyrir einhverju ráð. Og það sé ekki að það þarf að trappa þá. Nei. Þannig að sérstaklega PPI-in, Það svona reyndar svolítið fókus núna á svefnlyfin og bensóin, í svona króníska þýði. Við gætum ópíóðana, en við höfum allavega fengið einhverja nokkra fyrirspurnir með SSRI og PPI. En engan veginn á þeim mælikvarða sem við fáum með fyrirspurnir af hinu, Að tilsvært þannig sem þú sýndir að árangurinn í að trappa niður bensodiazepín var enginn. Sem passar mjög vel við það gömlu reynslu að fólk er komið á diazepam einu sinni til nákvæma og verður þá þegarand. Það ekki enginn, það meira það að við erum bara komin, við tökum það alveg í svona 3–4 vikna skorpum. Hvert þrep hjá þeim það langt og við erum tiltölulega ný þannig að við erum bara komin mjög stutt í því. Ég sýndi súlan standi í 100. Við erum allavega komin alveg, sjáðu það Long-term bensodiazepins. Já, en þetta eru þessi 4 þarna, þetta hefur hliðrast aðeins þegar ég breytti yfir í PowerPoint. Long-term bensodiazepin 3. súlan. Og þetta sem sagt, súlurnar eru sem sagt þeir sem hafa náð að fara allavega niður 1 þrep. Þannig að allir sem eru... Þetta ekki þessum stað, Nei, akkurat. En við erum alveg, það eru 70% sem eru í niðurtröppun á bensodiazepínum sem eru komin niður 1 þrep. Okay. Þannig að, en það alveg erfitt, en ótrúlegt eins að það finnst mér setalyfin vera erfiðust. Það stilnútt á það. Miðað við allt sem ég er búin að læra, þá þetta líffræði hlutinn, hann bara nokkuð svona skotheldur, þú færð frábærsynginni, en þau standa yfirleitt ekki yfir í það langan tíma. Það kannski, þau svo sem fyrir eftir hvort búin að vera lengi á því, en það kannski max vika 2. En þátturinn rosalega erfiður í setalyfunum, eins og á svefnlyfunum, og mér finnst rosa erfitt til dæmis að hjálpa fólki sem að taka það á daginn. Það eru alveg að núti heldur en ég hélt sem að taka bæði á kvöldin og síðan yfir daginn til að díla við kvíðaeinkenni. Og það alveg rosalega erfitt og það rosa erfitt að hjálpa þeim. En við erum samt byrjuð að það nokkuð sem eru komin í smá áleiðis, en það kom mér alveg svolítið sjálf og óvart að mér finnst það erfiðara heldur en ópíóíðnar og bensón. Fleiri spurningar? Já, ásetast. Aðfóðum sem ég ætla að gera, ég er hræddur við hópinn, það ég er hugsa héðan, þá kompándurinn í þetta þegar hverjir eru sem fara hér á appið og hverjir fara ekki á appið. Einhver staður í Íslandi sem ekki að fara á appið, sem gætur þá sæmileg kontrollhópur fyrir hina eða svona mikið héðan og mikið á Landspítalanum. Hérna rannsóknarstúdía sem hlýtur að verða skipta mestu máli þarna. Já,
þeir sem að fara í stúdíun eru þeir sem að segjast ætla að nota appið. Þannig að við erum með einstaklingar sem að þá fá appið í hendurnar og fá þjónustun okkar. Það er inngreipshópurinn. Það eru auðvitað ekkert allir sem fá appið sem sé að nota það á hverjum degi. Við góðum það eins líka. En við spurjum alla það sem er í rannsókninni, þá förum við í gegnum ákveðnar svona greiningar með þeim. Svona aðrir sjúkdómar, allt frá offitu yfir í hjartakrabbamein og svoleiðis, sem við ætlum að reyna að leiðrétta fyrir þegar við tökum þetta út úr almenna fríðinu. Við munum fá þá hóp frá landlækni sem er með svipaðan prófíl á þessum greiningum og við ætlum að bera þannig það saman. Eina fyrir ná tína út sem að setja átt á fyrir á mig. Það er ekki alveg auðvelt, sko. Alls ekki. Og það kemur alveg svolítið óvart reyndar svo sem kannski ekki mikið óvart það er þetta mjög mikið af offitu til dæmis í þessum hópi sem við erum allavega að fá inn núna. Það er reyndar ekki það mikið af sykursýki en það er þetta langvarandi bakvandamál, kvíði og þunglyndi er annað sem við erum líka að taka með í þetta. Það er alveg, mjög stór hluti af þýðin er með allar þessar greiningar sem við verðum nefna. Við gæti verið bæði með erfiðari og svo sumleiti léttara Akkurat, einmitt. Þannig að við erum aðeins að reyna hvort ekki það til að leiðrétta fyrir mögulega. Það gerir flotta einhver andrúmstúdíu til framtíðin. Já, nei, algjörlega. Og við erum í rauninni bara að byrja þessari minni og ég verð ánægð að við náum milli 60 og 100 inn í hana, sko. En svo er aldrei að vita hvað gerist. Við erum með svona aðeins í kortunum að ná mögulega að opna klíník í Bandaríkjunum. Þess vegna þetta orð þarna sem liggur ekki vel í tungu. Ég veit að prescribe, þú getur rétt ímyndað þér þegar ég hringi í 74 ára gamlan einstakling hérna norðan og já, ég Berdís Leafæk frá prescribe, þau bara, getur sagt þetta? Ég getur verið skömmu fyrir þetta. Já, og sko, það er þetta upphaflega, það voru þetta spáði þetta niðurklöppunar móttakan eða eitthvað svoleiðis. En það er svona kom ofan af fyrirtækinu að halda nafninu, þannig að við gerum það. Það er ein algjör hörmung. Já, það er búið að útskýra fyrir nefnd í fyrirtækinu að breyta nafninu, sko. Þannig að við þurfum bara að bíða að sjá hvað gerist. Því fyrir þeim betra. Já, akkurat. En hvernig þetta orð, hvernig lætur allir sem við ræðum Amerikana til dæmis sem mögulega sem sagt, við erum alltaf að tala að grásko. Já. En hvernig hljómandi þeirra eru, enskumælandi? Það sem ég finnst að það sé alveg grípandi, þetta er svona, en sumum finnst að vera svona svolítið svona nýstarlegt app sem er eitthvað að reyna að bæta heilsu og eitthvað svoleiðis, en ekki kannski svona, við viljum þetta láta taka ykkur alvarlega, þannig að það er spurning nákvæmlega hvað við gerum í því, sko. En já, þetta er enda góða punktur, þetta með nafnið, það er alveg búið að vera hot topic hjá okkur, sko. Sjáum hvað gerist. En það er svolítið erfitt að komast inn á Ameríkumarkaði. Já. Sérstaklega því þeir eru náttúrulega með allt annað system og það er kannski ekki þeirra hagur að verkeflýningana að þetta sé. Nei, og það er alveg í sögur það, sko, því að Kjartan hann fór, læknirinn sem stofnaði þetta, hann fór til Bandaríkjanna og var aðeins, fór með einhvern svona hópi af Íslendingum á svona marga mismunandi vettvanga varðandi fíkn og ópíóíða í Bandaríkjunum. Talaði við allt frá lögreglu yfir í svona addiction klíníkar og allt þetta, bara til þess að líka þreifa sig áfram hvað myndi virka. Og þegar hann nefndi þessa lausn við læknana í addiction klíníkunum að þá stoppuðu þeir og voru bara, this is bad for business. Þú ert að minnka klienthópinn með því að taka fólk af þessu. Þannig að það er rosalega svona, já, maður þarf að passa sig líka hvernig maður nálgast í Bandaríkjunum með þetta, sko. Því að þeir frumhendingar er náttúrulega ekki að hefða. Þannig að við viljum svo sem bara hjálpa fólki og við sjáum þetta sem leið til að gera það, en það getur verið bad for business fyrir aðra. Þannig að það er þetta spurning hvernig maður nálgast þetta, þannig að það sé ekki aðrir líka að koma í veg fyrir að fyrir minn á markað. En þurfum við ekki bara að finna svona grunnrótuna til þess að fólk fari inn í appið, þannig að það er alltaf að koma meira og meira, mjög sko bara eins og í LinkedIn, sko, þú farið LinkedIn frá þeim til þess að halda strykinu í spilunum, sko. Það er eitthvað svoleiðis. Það er þessi leikjavæðing, sko, sem er vinsæl, en það er maður bara að stíga varlega til jarðarspar. Það er fólk sem kannski með á öllum fyrir það.
Það er svona. Það er skjálftíma. Þá erum við ekki einu sinni bara að tala það svona sem hjálpa fólki að hætta að reykja. Og þú veist, það er vísindalega sannað að ef fólk leggur pening undir í byrjun í svona uppum að hætta að reykja, þá stendur það betur. En það siðferðislega rétt að leyfa fólki að leggja pening undir og það færi eitthvað tilbaka til þess að ná að takast svo. Þannig að við eigum svo erfitt með það siðferðislega. Hvað eigum að gera til þess að fá fólk til þess að hvetja til að nota þetta og fá eitthvað út úr því en samt ekki að, ég finnst það allavega mjög rátt. Það þarf að finna hver gulrótin á að vera. Nákvæmlega. Keypsþjónusta verður en ókeypsþjónusta. Alltaf verið. Nei, allan daginn og þetta verður ekki ókeypsþjónusta í lengri tíma. Við þurftum bara líka að sanna tilvist okkar og sýna fram á það að þetta á rétt á að vera til staðar og þá þurfum við bara að taka ákveðið tímabil þar sem að þetta er í rauninni ókeypis því að fólk er frekar tilbúið til að taka þátt í þessu. En síðan er það núna spurningin, hversu mikið á fólk að greiða, hversu mikið kostar þjónustan í rauninni og verðsetja þetta með það. Ég verðum að hætta okkur með tími hjá okkur. Takk fyrir kærlega.